við stödd í Espiflöt í Reykholti sem stærsta blómaræktun á Íslandi og við ætlum að taka hann Axel sem eigandi tali. Komið með. Espiflöt garðyrkjustöð í Reykholti í Biskupstungum og hérna sérhæfum við okkur í ræktun afskorinna blóma og fullvinnum vöruna hérna heima, þannig að við erum að senda frá okkur svona tilbúna blómvendi sem hægt að nálgast hvar sem á landinu, basically. Hvernig ferlið á blómaræktun? Já, ferlið tekur svolítinn tíma. Við þurfum að skipuleggja okkur allt að 1,5 ár fram í tímann og hérna til að tryggja okkur efni til ræktunar erlendis frá því við þurfum að panta græðlinga og það þarf að framleiða þá fyrir okkur erlendis og svo fáum við það hingað og ræktum upp í tilbúin blóm. Allar rósirnar sem við ræktum og allar gerberurnar, við ræktum þær semst í Hekluvikri og sem alveg frábært ræktunarefni og þarf ekki að leita langt til að komast í það. Eftir útplöntun þá, eins og segið, þá þarf að sinna ræktuninni og hvort sem eru plöntur sem eru einar eða fjölær. Fjölæringarnir, þar förum við inn í húsin og tínum blómin og plantan að gefa okkur stöðugt, kannski í 1 ár eða 2 eða eins og rósirnar getum við ræktað upp í 10 ár, sömu plöntuna og hún bara að gefa okkur stöðugt. Og ef heppnast vel og liturinn vinsæll og plantan sterk, þá getum við ræktað hana svona lengi, en kannski meðaltali erum við að rækta rósaplöntuna svona í 6 ár. Gerberurnar í svona 2-3 ár og statiku í 1 ár. En svo eru einari plönturnar eins og krusu og liljur. Þar bara plantað út og svo kemur blómið og við skerum og svo þarf bara að planta aftur út. Ok, stoppum aðeins hérna. Einærar, tvíærar og fjölærar plöntur. Á einhverju vita hvað það er? Einærar plöntur eru sem sagt plöntur sem að lífsferillinn spannar aðeins 1 ár. Tvíærar eru 2 ár og fjölærar plöntur eru þær sem að blómgast ár eftir ár. Dæmi einærar plöntur eru stjúpur og hveiti, en tvíærar plöntur eru til dæmis gulrætur og kúmen. Fjölærar plöntur, venjan að skipta þeim hópi í tvennt. Jurtkennda fjölæringa og trjákennda fjölæringa. Þetta eru bara svona smá upplýsingar sem ég held að þið þurfa að vita fyrir þetta einslag. Þetta svona, og þar getum við svolítið stýrt hvað við setjum mikið á markaðinn. Fjölæringarnir að gefa sama magn allt árið, en einæru plönturnar, þar getum við stýrt. Kannski við setjum 5.000 liljur á markaðinn á viku, en svo koma stóri dagar eins og konudagur og mæðradagur og útskriftir og fermingar og eitthvað svoleiðis. Og eins og fyrir síðasta konudag þá sendum við 25.000 liljur bara fyrir þann dag, sko. Þannig að íslenski karlmenn eru duglegir að kaupa blómat af konunni. Hvort sem alltaf vera romantískir eða sinna skildum sínum, ég veit ekki hvort en hérna, þeir eru alltaf duglegir fyrir konudaginn. Ert þú duglegir að gefa konunni þinni blóm? Já, sko, þetta smá flókið, sko, fyrir mig og sérstaklega við vinnum saman hérna, en hérna, ég allavega kem heim reglulega með blóm, myndi ég segja, og sérstaklega ef við erum að prófa eitthvað nýtt og nýja liti eða afbrigði eitthvað, þá ég að koma heim og kannski reyna að vera romantískur, en ég kannski meira athuga hvernig blómin standa sig í vasanum og hvort að þau lifi lengi og annað, sko, en jú, við erum töluvert með blóm heima. Hún eitthvað hægt að vera spennt fyrir þessu? Já, ég myndi halda það. Hún nær sig bara í það sjálf líka þegar hennar langar, sko. Já, það svolítið heppilegt. En þú sagðir, þetta fjölskyldufyrirtæki, ekki satt? Jú. Segðu mér söguna frá því aðeins. Heyrðu, amma og afi kom flytja sem sagt hingað í Reykholt 1948 og rauninni hefja þessa vegferð. Það tók sinn tíma að koma þessu upp og þau bjuggu bara hérna á nágranna bíli fyrstu 2 árin með að þau voru að vinna sér inn landið og byggja fyrsta gróðurhúsið og koma undir sér fótunum og þau meira þess að byggja fyrst gróðurhús og svo íbúðarhús. Þetta tók sinn tíma fyrir þau en við erum algjörlega að njóta afrekstursins í dag. Ég meina það var ekkert hérna þegar þau voru hérna fyrst og þetta mjög gróið umhverfi og komið mikið skjól af trjám og margar aðrar garðyrkjustöðvar hérna, en þetta mjög svona skemmtilegt umhverfi að vera í hérna og sem sagt þau prófa sig áfram í alls konar, eru jafnvel í melónum og vínberjum og gulrótum og þessu típiska tómatum og gúrkum og eru svona að finna sig hvernig þetta komið svo markað. Reykholt var svolítið langt frá höfuðborginni hérna áður, sko, en þótt þetta eru stutta vegalengdir í dag.
En svo í kringum 1960 þá kom svona þessi blóma áhugi hjá þeim að prófa að sjá áfram með því og svo... Veistu hvaðan hann kom? Þetta snerist svolítið bara að lifa af sko, af því að það þurfti bara að finna leiðir á þessum tíma sko. Það var kannski ekki alveg hægt að velja allt sem manni langaði að gera í heiminum og það voru bara mjög margar litlar garðyrkjustöðvar að byggjast upp út allt land og þær fókusuðu flest allar á grænmeti og þannig að amma og afi sáu tækifæri að prófa að sjá áfram í blómum og svo 1978 þegar að foreldrar mínir og sem sagt bróðir pappa míns og hans kona svona kom inn í fyrirtækið og þá var tekin ákvörðun að skipta alveg yfir í blóm og svo kaupa foreldrar mínir, bróðir pappa og hans konu út úr fyrirtækinu og byrja að reka þetta sjálf og svo eignast þau það alveg 98, klára að kaupa það af ömmu og afa. Og svo byrja ég svona fika með inn með Heiðu, konu minni, í 2006 og við kaupum okkur inn í fyrirtæki 2011 og eignuðumst það að fullu núna áramótin 2021. Þannig að núna þurfa þau að hlýða mér. Þau eru svona annað slagið sko, þótt þau eru meira að njóta lífsins núna en það mjög gaman að geta sagt að ef ég vil að þetta golf sé sópað þá þurfa að sópa það sko. Grínumst með það. Er þetta langþráður draumur? Þetta er langþráður draumur sko.